Ágætu áhorfendur. Það er komið gamlárskvöld, eina ferðin enn og þetta er gamlárskvöldið 31. desember 2017 og þessi gamlársdagur hefur ekki verið áður en við búin að lifa þó nokkra fram að þessu og stöndum uppi með enn einn sem við ætlum að gera skil með einhverjum hætti sem við viljum sjálf. Sumir hafa til siðs að taka tapp úr flösku og kneifa kynsturinn öll af áfengi. Aðrir eru með annan háttinn á og svo eru auðvitað allir hinir sem að velja að snert ekki á þeim görótta drykk. Því hann er auðvitað hefur ekki leitt alla til gæfu og við vitum það, allt um það og sumir hafa líka losað sig frá honum og komist til betri álna og lífs og náða að höndla sitt líf aftur. En einhverja hluta vegna þá þykir þótti þetta sjálfsagt hér í eina tíð að menn tækju tappa úr flösku og fengju sér í glas eins og sagt er og sinn siðurinn er á hverju heimili, en þetta hefur nú svona held ég minnkað, ég veit reyndar ekkert um það hvort þetta hefur minnkað, en ég tel reyndar að þetta sé nú svolítið um þetta enn þann dag í dag. Nema hjá þeim sem að hafa lagt þennan lífsmóta til hliðar eins og þessi ágæti maður sem þú ert að hlusta hér á og horfa á. Hann gerði það fyrir margt löngu og sér ekki eftir þeirri ákvörðun. En gamlársdagur er sem sagt í dag og við notum hann eins og við viljum. Hvað menn gera á þessum degi fer eftir bara vali hvers og eins en sumir hugsa sér gott til glóðarinnar að horfa á bálkestina sem eru einhverjir í bænum orðið og þetta er nú alltaf orðið mjög breytt frá því sem var þegar að bara fólki sá sjálft að kasta þessu upp hvar sem var í bænum og þetta er allt orðið undir skipulagi og eftirlitið og stórverkar vélar sem að hrúa upp þessum kostum og það er orðið svo mikil höft á öllu hjá okkur og það má ekki orðið gera nema sumt og ef það sem þú gerir og ef þú ert ekki búin að afla þér leyfis fyrir því sem þú ætlar að gera þá ertu kannski bara í vondum málum. Þannig að það er búið að svona setja allt kannski of mikil höft á margt hjá okkur en ég reikna nú með því að það sé nú ástæða fyrir því að öll þessi höft komu, ekki sé endilega vegna þess að svo mikla stjórnsemi sé að ræða þó hún auðvitað spili inn í eitthvað hlutverk þarna. En hvað það að þá erum við samt í þessum degi og hann er hefðbundinn, það hefur farist í aukana. Allavega kannski ekki svo mikið í aukan en það er allavega hefur bæst alveg gríðarlega mikið við flugeldasjóið sem við fáum í raun allt kvöldið og svo keyrum þverbak miðnætti á gamlársdag og þetta eru hluti svona sem við þekkjum. En hvað það að þá, hvað sem við segjum þetta, þá gerist það að 31. desember rennur upp og við höfum valið það lengi að halda upp á þann dag með sérstökum hætti og svo ætlum við að fagna nýja árinu líka með sérstökum hætti en svo rúllar þetta einhvern veginn áfram og við erum bara áfram þar sem við höfum verið og við vöknum inn í nýtt ár og það eru allir þarna sem voru í gær og það er gott mál og svo þegar fríið er búið þá höldum við til vinnu okkar og svona hversdagurinn er tekinn við aftur. Þannig er þetta blessaða líf frá degi til dags og það væri nú mjög einkennilegt, myndi ég nú segja, ef við gerðum ekkert til þess að svona aðeins að stílfæra daginn hjá okkur. Og við höfum þessa föstu punkta, það eru jól, það eru áramót, það eru nýjól, það sem eru þessi punktar sem við svona breytum upp og svo litið öðruvísi munstri en við gerum alla jafna. Og það er bara gott mál, það var ekkert
að því í sjálfu sér. Þannig er það nú líka, kæru vinir, að hvert og eitt okkar náttúrulega bara lifir sínu lífi eins og hver vill og það er ekkert hægt að banna nokkur manni það. Og svo koma líka alltaf einhverjir svona þættir inni sem voru ekki fyrra og svona það er alltaf hver dagur hefur svona svolítið nýtt í för með sér. En það er líka okkar að sjá þetta nýja sem að kannski okkur gengur misvel að gera vegna þess að við erum kannski ekkert að leita eftir neinu nýju. En við þurfum að leita eftir þessu nýja ef við viljum sjá það. Og ég er nokkuð viss það að við getum séð þetta nýja. Hver nýr dagur, hann er alltaf eitthvað með svona pingulítið nýtt í hvert skipti. Og gamlársdagurinn í kvöld, hann verður sennilega fyrir einhvern svolítið mikið öðruvísi heldur en að gamlársdagurinn síðast var. Það getur ýmislegt rekið á fjöru fólks sem ekki var í fyrra. Hvað manneskjuna, parið sem hittist í fyrsta skiptið og það kviknar eitthvað á milli þeirra og úr verður hjónaband. Það geti alveg gerst á þessum degi eins og öllum öðrum dögum og þá sjáum við það að fyrir þetta fólk er þessi dagur alveg sérstakur í þeirra lífi. Þannig við veitum aldrei hvað gerist, þess vegna er að gera að vera vakandi fyrir öllu sem er að gerast í kringum okkur og ef ég vaki ekki fyrir sjálfa mig, ætlar þú þá að gera það fyrir mig. Ég held þú gætir það ekki, þú vildir það. Þú væri allur að vilja gerður og gerð, þá held ég að þér tækist það nú ekki því að ýmislegt þarf maður að gera sjálfur. Og það sem mín augu sjá, þau er ekki víst að þín augu sjá það, eða það sem mín eyru heyra, það er ekki víst að þín eyru nemi það að það veiti neina athygli en var eitthvað alveg sérstakt fyrir mig. Og þetta er allt saman gerist í þessum degi og líka á gamlársdegið og hann sé svona klassískur dagur að mörgu leyti og svona sé nokkuð hefðbundinn. Það er líka með gamlársdag að sumir eru með ákveðna fæðu á þessum degi sem að þeir hérna jafnan bera á borð þegar kemur að matmálstíma. Og það eru margir sem að vilja gera vel við sig í mat líka og það er alltaf gott að gera vel við sig í mat því að það breytir aðeins lífgur upp á deginn og gefur deginu sjálfum og lífinu þá leiðu þetta, svona smávegis að kryddi og þannig að við höldum í þetta allt saman vegna þess að við viljum það. Og við erum suma okkur með flugelda sem við skjótum upp og þó ég hafi ekki skotið flugeldi í mörg herrans ára þá gerði maður þetta nú alltaf þegar maður var yngri, þá átti maður nú alltaf einhverja flugelda sem maður keypti en ég var reyndar aldrei neitt stórtækur í þessu og þegar við vorum að skjóta upp í gamla daga þá var nú ekkert verið að skjóta svo rosalega mikið upp, ekkert á miðað við það sem er í dag en þjóðinni hefur náttúrulega fjölgað líka frá því sem þá var, þannig það auðvitað sést á skoteldunum á himni, það er engin spurning það. Þannig að við erum nú öll í ágætismálum og ætlum að eiga þennan dag góðan eins og við áttum dagana frá jólum góða og við ætlum bara að sigla inn í nýtt ár með brosið okkur á vör og væntandi bara góðra tíma á þeim tímapunkti. Þannig að við erum ekkert að baki dottinn, við erum áfram við þetta og við erum áfram að vænta þess sama sem að hefur verið og auðvitað góðra þátt og hluta og þeir sem að eiga til Jesú í sínu hjarta, þeir náttúrulega tigna hann og tilbiðja líka á þessum degi þó að þeir hendi engu öðru frá sér að þá tigna þeir hann og tilbiðja og lofa hann og biðja til hans og lesa verkin hans og það gerir kristinn maður og fyrirverður sig ekki fyrir. Og akkur ætti hann að fyrirverða sig fyrir það sem er gott. Kristur er það góða sem við eigum í þessu lífi og hann er líka í dag þó að sé gamlársdagur. Og hann eins og við vitum, hann vill vernda okkur og verja okkur frá alls konar háska og hann vill að við séum með varúðina uppi og ofarlega hjá okkur því að
það gerist ýmislegt í kringum þessa flugelda, gæti menn ekki að sér. Og þá var nú gott að eiga Krista sem að hnippir í okkur og hvetur okkur til þess að gera þetta nú allt saman rétt og vera með réttan búnað uppi til þess að allir komist nú heilir frá þessu. Og það er það sem við eigum alltaf að gera, við eigum alltaf að haga þannig til að við komumst heil frá verkum. Og það er víst ég sjálfur sem að þarf að gæta mín þar. En ég hef Krist sem að hnippir í mig, sér það sem að ég sé kannski ekki, sé að ég er að teygja lúku í eitthvað sem ég á ekki að teygja lúku í og hann bendir mér á það og ég kippi hendinni að mér eins og brennt barn gerir sem leggur hönd ofan að heita hellu. Þannig að varnaðarorðin eru allstaðar og þau gilda alltaf þar sem bara hvar sem ég er og ég þarf að heyra þau. Ég þarf að vera í þeim og ég þarf að svona meðtaka þau og fyrtast ekki við þó að einhver komi með svo lítil aðvörunarorð til mín því að þau eru bara nauðsynleg. Og það er svona ýmislegt sem þarf að varast í dag því að það eru svona mikið eld og púður og þannig að það hafa skeð því miður slys í kringu það en við ætlum ekki að vera fólki sem að lendir í tjóni af því að við ætlum að fara varlega í kvöld og bara njóta þess þeim mun betur að vera með þessa skotelda sem við ætlum að puðra upp í loftið og vera með því að fylla himininn yfir okkur af þessum skoteldum sem að okkur finnst svo merkilegir. Og seinnátt eru þeir það þetta því að þetta er svona ákveðin dýrð yfir þessu þegar þetta kemur upp og þá hávaðinn sé nú kannski heldur mikill. En fá núna lag og svo höldum við áfram að lagi loknu. Já, fallegt var lagið sem við heyrðum og aldrei að vita nema það fyrir einhvern sé tenging aftur í tíman til gamlársdags fyrir margt löngu eða stuttu síðan og það gerðist eitthvað í hans tilviki sem vekur honum svolitlar tilfinningar í brjósti, notalegar og allt saman það og það getur alveg gerst því að við erum fólk og við svona tengjum atburði frá einum og öðrum tíma og svo kemur tónlist inn í það sem að dregur upp mynd af einhverju sem að einhvern veginn varð eftir og situr þarna bara og vill ekki fara og ef það er góð minning og góð tilfinning þá er óstæðulaust að vera neitt að hrekja hana burtu
reyna heldur að hrekja þær burtu tilfinningarnar sem eru ekkert sérstaklega góðar og þær því miður eru þarna líka. En það gamlársdagur og af sú tíð sem var þegar fólkið, já bæði fullorðnir og krakkar, söfnuðu í kestina sjálfir og tóku allt drasl sem tiltækt var og bar á sjálfum sér eða dró á einhverjum tíkum eða hvernig sem það var og bjuggu til stórar og litlar brennur sem kveiktar í á gamlársdag og það var bara hefð áratugum saman. Hvenær menn fóru að brenna svona brennur veit ég ekki, en ég reikna með að í hugmyndin hafi nú verið sú að nota þennan dag til þess að hreinsa til í kringum sig og það var upplagt að slá 2 flugur í einu höggi. Það var að losa sig við drasl og gefa fólki á að kosta á að svona eiga svolitla stund fyrir framan logan, því að það svona getur verið ákveðin stemming kringum það þegar það og oft var margt fólk sem kom og horfði á þegar var verið að kveiki inni. Það þótti nú svona skemmtilegt þegar var verið að brenna þetta eða byrja að kveikja í þessu og það var svona ákveðin sjarmi yfir því og svo þegar allt var orðið skíðlogandi þá byrjaði nú fólkið að fara. Þannig að þetta tók nú ekkert rosalega langan tíma þessi liður en verkið sjálft gat kannski staðið megnið af desembermánuði. Já, svona viku af desembermánuði þá fóru menn að byrja í þessu og það stóð alveg sleitulaust þangað til að búið var að kveiki í þessu. Þannig að það var svolítið mála að koma þessu upp og ekkert nema gott það að segja og bærinn að hann losnaði við eitthvað af sínu drasli og var svona aðeins hreinni eftir. Þó að það væri nú minna lagt upp úr öllu hreinlæti eða svona snyrtimennsku í bæjunum þá eins og í dag. Það var oft sem að maður sá þessa bæi eða í bænum mínum, Hafnarfirði, þar var drasl og lóðum alveg lón og don og ekkert verið að hirða neitt það og svo var að tekið á því máli og það sem sagt má ekki sjá spýta fyrir utan hús í dag. Þá komin kvörtun og jafnvel rökkunum eitthvað sem að greiða nema fjarlægja þetta. Kannski var þetta nauðsynlegt, ég veit það ekki, því að þetta þarf að vera snyrtimennska í kringum þessi híbýli okkar, það alveg sjálfsagt mál. Og það nú líka þannig að oft þarf að ýta á menn til þess að þeir svona fáist til þess að gera það sem þarf og við þekkjum það allt saman. En allavega þá var þessi dagur svolítið merktur hreinsun. En fóru og hreinsuðu til og losuðu sig við allt sem að þurfti að fara. Þá var ekkert verið að velta því fyrir sér hvað mátti brenna og hverju mátti ekki brenna. En það líka komin höft á það og það má eiginlega ekki í dag brenna neitt nema ákveðnum hlutum. Það ekkert svo mikið sem má brenna orðið en það sem má brenna, það brennt að einhverju leyti, mest pappakassar og einhver bretti, trébretti og svo framvegis en minna það sem var áður og menn fór bara hrollísið ef þau sjá dekk brenna, en það var fengur hérna í eina tíð að fá dekk því að þau voru svo hægbrennandi, en það algjör bannvara í dag og menn sjá bara mengun og ósonlagið þynnast og allt saman það. Þannig að menn eru orðnir sér svolítið meira meðvitaðir andrúmið í kringu sig og vilja gæta þess. En kannski nú ykkur öfgar í þessu líka hvernig þetta fór. Það nú oft þannig að þegar menn að fara út í þessa sálma þá koma nú oft stutt í öfgarnar og ég veit ekki hvernig menn alltaf koma í veg fyrir þá að þeir hverfi alveg en það alltaf samt ýting á að gera það sem rétt og trassa ekki hlutina og ef að menn fá ekki þessa hvatningu til að gera þetta þá bara sitja þeir á sínum gamla og hafast ekki horfa út gluggann að það var að gera þetta og svo gerist ekki neitt. Svo koma yfirvöld og þeir setja eitthvað af stað. Svo fer nú að hrykta í þegar
komið að því jafnvel að þurfa að fara að borga fyrir einhvað drasl og þá reyna menn nú að forðast aðeins og þeir geta því að þeim þykir vænt budduna sína og þá þetta allt saman miklu meira í betra lagi eða eins og við viljum hafa það. Vegna þess að maðurinn það var ýtt á mannin og það gamlársdagurinn nú svolítið merktur þessu ennþá, það þessi tiltekt, þess vegna fáum við þessa bálkesti. Þeir eru ekki bara til þess að ég og þú getum orðnað okkur við bálið, þeir eru líka auðvitað sín tiltekt og fyrirtækjum og einstaklingum gefinn kostur á að losa sig við svona svumt af þessu dóti og drasli sem þeir annars þyrftu að fara með eitthvað annað og þetta náttúrulega gert í tveimu, eða sko eins og vorum að tala áðan, þá eru þetta 2 flugur í einu höggi, það sem sagt losna við drasl og svo hefur fólkið ánægju að því að sjá logan að læsa sig í þetta dót sem þarna var hrúað upp. Það nú ekki í dag verið að vanda neitt til verka, þetta var svona ákveðin kúnst að hlaða brennu í gamla daga. Það ekkert í dag, þetta bara mokað upp í einhvern haug og svo bara borin að olía og svo eldur og svo bara skíðlogar þetta allt og það sem ekki brunnið miðnættið þá bara kemur slökkvilið og slekkur í þessu. Ég held að brenna í dag fá ekki að loga yfir nótt, ég held að það sé löngu liðin tíð en það var enginn að velta þessu fyrir sér þegar ég var ungur maður og krakki, þetta bara brann út og svo kom það daginn eftir og sá glóðirnar í brenninni og þá var allt farin það sem brunnið gat og það sem brann ekki varð eftir. Það allt saman breytt og ég man eftir því að maður fylgist ekkert með þessu reyndar og ég man alltaf, ég var svolítið hissa því fyrir þetta því að það væri slökkt í brennánum á miðnætti og fyrir bara gengi með vatn og bara slekkur í þessu. Ég held að væri nú ennþá sá siður að menn fengi nú, eða þetta fengi nú bara að brenna út en það víst ekki þannig. Þetta svo sem ákveðin öryggisatriði og allt saman það en já, kannski of langt gengi, ég veit það ekki, en þetta það sem í dag. Og það sem sagt gamlársdagur í dag og númer hvað hann þekki ég ekki en þetta orðin, já ég veit nú ekki hvort þetta aldagamalt fyrirbrigði en þetta orðið áratuga gamalt fyrirbrigði allavega veit ég. Var alla síðustu öld og kannski byrjaði þetta á 19. öldinni, ég veit það ekki, en ég held að þetta sé nú hafi ekki alltaf verið með þeim hætti gert að safna í kesti og hve lengi menn fóru hins vegar að gera sér svona glaðan dag á þessum degi, það kannski miklu eldra fyrirbrigði, þá einhverjum í mat og hittast og svona koma hver til annars og kannski að kneifa svo lítið öl, ég veit það ekki. En allavega svo lítið það á gamlársdag hefur alltaf verið og kannski það svona ljóður á þessum degi, hvað menn eru gjarnir á að fara út í þá sálma, en það eins og með annað, það víst erfitt að ráða við það hvað menn gera því að það verður víst hver og einn að fá að lifa sínu lífi sem að vill sjálfur. En þá það bara sem sagt að gera þetta eins og best og aðalatriðið nú að komast klakklaust frá þessum degi og þó ég kneifi ekki ölið og noti ekki áfengi að þá mega aðrir gera það mín vegna. Ég ekki mikið innan það í dag og hef ekki verið síðan að ég hætti þessu sjálfur og alveg sáttur við það að lifa bara mínu lífi eins og ég vill og þú gerir það væntanlega bara líka. En það breytir ekki því að 31. desember seinasti dagur ársins og þá rennur upp 2018, 2017 farið, við það að fara og svo kemur hitt árið og við væntum væntanlega einhvers af því og það allavega gott að vænta einhvers af því og sumir kannski hafa strengt heit og það ekki allt í lagi. Svo fæstir reyndar standi nú við þessi heit, þá mega það alveg gera það þeir vilja. En það líka allt í lagi að standa við það ef þetta gott heit og það bara markmið sem menn setja sér og það allt í lagi að gera það áramót. En með öll markmið það þarf að það gott að standa við þau. Ef þau eru góð á annað borð, ef glóri í þeim þá nú gott að standa við þau. En hvað það að mitt markmið að halda mér við kirkjuna og halda mér við Jesú og halda mér við
við það fólk sem að ég hef verið með í gegnum tíðina í þessum málum og það stendur ekkert annað til en að halda því bara áfram og akkur ekki. Þetta fólk á sama stað og ég og það á til Jesú, það vill biðja til Jesú, það vill lofa Jesú og það vill lesa Jesú, fræðast Jesú og rétt eins og ég og þá þetta bara minn hópur í dag og það bara besta mál. En allir við segjum þetta bara ekki gott og Konráð Rúnar Friðriksson þakka fyrir sig og óskaði bara gleðilegs gamlársdags og trúi því að þú hafir átt þennan dag bara góðan og að það sem eftir lifir dags verði betur og betri og þá bara markmiðinu ná en við endum þetta á fallegu lagi. Konráð Rúnar Friðriksson kveður.